heilsar ykkur á þessum föstu degi. Já. Og það ekki 2 harðir í stúdíónu núna, það eru 3 harðir eins og því að Pétur Jóhann Sigfússon eða PJ Sig Fusion eins og hann kallar sig mættur hérna á svæðin. Eftir velkomin bæði Egill og verið velkomin Egill og Pétur. Sætletu, takk fyrir það. Ég heitir enda Pétur Jóhann. Já, alveg rétt, þú hættur að vinna með Sig Fusion. Já. Takk fyrir þetta hættur með Sig Fusion. Það besta DJ-n að þið heirt. Það miklu flottar að vera. DJ Sig Fusion. Eitthvað hættur með það. Af hverju? Af hverju ert þú búinn að skipta nafn 19 sinnum frá því að þú byrjaðir að... Nákvæmlega, má hann ekki skipta nafn líka, Pétur? Frá því bara áramótin. Good question, Guðrú. Ég veit ekki að þetta var smá KO á mig. Þú heskina, Guða. Ég bara að skráða þetta niður sem KO. Já, ég veit ekki, mér bara Sig Fusion svo flott. Já, ég að skráða þetta niður hérna. Pétur 1, Egill 0. Það bara svoleiðis. Já. En það ekki ástæðan þessu að við erum 3 hérna, strákanir, Hjöppi K á leiðinni líka, Björn Bragi á leiðinni, Tong á leiðinni, Brjálbreki á leiðinni, Sverrir Bergmann á leiðinni. Það allt að gerast í dag því að FM 95 Blö einsás. Og Pétur Jóhann ætlar einmitt að syngja afmælisöngin hér fyrir okkur eftir í staðinn fyrir slúður. Ég myndi ekki missa því, þú varst að taka afmælisöngin, Pétur, eins og þú söngst í 30-afmælinu mínu. Það eitthvað það fallegasta sem ég heyrt á ævi minni. Þá var ég líka búinn að hafa með Já, það Irish Coffee. Viking jólabjór hérna, beintur saman, fáðu þið bara einn. Var ég fullur? Nei, alls ekki. Hvaða rugl er það? Ég var bara að með Irish Coffee. Varstu fullur í afmælinu mínu? Nei, hvaða fíblagangur er þetta? En við erum með hérna jólabjór, má ég segja að það sé með jólabjór, eða bannaði? Já, hann bara réttu Pétur einn. Þetta er svona Viking jólabjór. Opnaðu nú jólabjór, Pétur, verðst að real fucking man inn. Er það að real man sem er jólabjór? Við erum alltaf slettandi hérna á ensku. Af því að það fullt af fólki Útlendingum. Útlendingum sem að hlusta líka. Já. Við tökum þessar stundum heilar innkomur á ensku við Egill, bara fyrir the fans. Já, fyrir fólkið að núti. Já, sem að hlusta. Það ekki að ferðamönnum minna. Það að hlusta. Listen to Evan Blendale. Og eitthvað svolítið. Já, ég tala ekki í dag. Það er sko Airwaves í gangi. Já, við ættum vel að bara hafa þetta á ensku dag án grín sko. Já, ef það væri ekki eins árs afmæli FM 95 Blöð, þá væri þessi þáttur bara á ensku. Hey, Peter Johan, open the goddamn beer right now. Open it. Það bara miður dagur hérna mér. Já, klukkan þú ert í ammali, það eins ás ammali. Já, þú er aldrei verið fullur í eins ás ammali. Það er hábjartur dag. Nei, dimmt og ógeðslegt veður. Ég held að við séum búin að pirra Ingo Veðugu það rosalega í þessum þætti að hann ákvað að setja bara að storm á eins ás ammalinu okkar. Hann hendi storm á okkur. Já. Á ammalisteginum. Hann viss að var ammali. Við búin að vera gefa hann leiðindi. Storm á það. Já. Storm? Já. Hvað þýð það? Stormur úti? Já, Ingo Veðugu. Já, Ingo Veðugu. Náði ekki tengingunni, sorry. Nei, það sést Ingo Veðugu, he controls the weather, hann ræður að stjórna veðrinu. The weatherman. Ég raðaði upp í KO fyrir þig núna. En það sem þú sagðir áðan, Pétur, bjór, það er miðjudagur. Það er ekki að harða þetta sem ég hef heyrt. Nei, þetta er ekki KO, en þetta er bara... Þetta var svo lengt eitthvað. Það eru 3 harðir hérna núna og það er afmælistáttur, Pétur, þannig að ef einhvern tímann svei mig þá. En ég ætla að lesa þetta upp fyrir ykkur kæru hlustendur. Tæknilega er bara 1 harður hérna og það er sá sem að þetta segir. Pétur Jóhann. Það er ekkert annað Pétur Jóhann að syngja afmælisöngin fyrir okkur hér á eftir. Svo ætlum við að taka í fyrsta sinn í bara sögu FM 95 Blöð. Ætlum við að syngja FM 95 Blöð lagið live. Já, það verður eitthvað. Það verður sungið hér í stúdíón eftir og svo erum við með splungun í hann Tong handekkur. Hann ætlar að reyna að fá frýtt Wi-Fi á matsölustað. Banda sem borða að fá frýtt Wi-Fi. Free Wi-Fi. Komið tíma á það. Svo er Brjálbreki, við ætlum að heyra í honum eftir. Langt síðan við heyrðum í honum. Sverrir Bergmann kemur með föstudagslægið og... Hvað ætlar Tartmouth að syngja í dag? Já, góð spurning hér. Ég veit hvaða lag það er og ég segi mig það, ég vil ekki bara byrja þáttinn á því lagið þannig að allir viti hvaða lag það er. Það er eitthvað þunglindið, þá verður ekki að ykkur. Það er hammaliðun. Ég vil techno og þú veist, ég vil glóðstykkið og flöutun og alla pakkar þetta. Ég er sammálað því. Það er þetta lag. Þetta er föstudagslægið í dag. Diamonds með í hönnum, þannig að ekki þess að því. Já, ok. Það er auðvelt lag. Þetta er fínt. Sama línan, allt lagið. Ég er sáttur, ég ætla ekki að rála. Líka föstudagslægi hjá Chubby Little Loverboy eftir, hann ætlar að syngja Diamonds. Þetta er vissum að koma með það, því hann á til að skýta á sig, hann segir, ekki með til laun, eins og Bocelli, hann lofaði í 6 vikur og skeita á sig repeatedly. Já, hann er búinn að lofa þessu í dag. Já, það er staðfest og það verður ekki eini söngurinn í þessum þætti í dag því að við ætlum að syngja í fyrsta sinn FM 95 Blöð-lagið live hér á eftir og svo er líka komið að því núna að stórsöngvarinn Ég var ekki í því lagi. Nei, en þú syngur hann ekki fyrir Mushroom? Jú, Mushroom er erlendis. Sveppurinn er erlendis, þannig að þú þarfst að taka hans part. Þú ert að taka hans setningar til miður. Hvaða setningar eru það? Sveppi krull tekur 3. dag á sig.
Á ég að syngja það? Já, á eftir. Það ég er ekki svefnpingur. Nei, það segir... Já, ekki shit. En hann segir bara, ég er Peter Johan. Tökum miðvikudag á sig. Eða Sick Fusion. Já, þú mátt alveg, gerð eitthvað við þetta, leiktu þið með þetta. Þú getur leikið með þetta eftir. Ok. En ég hlakka mikið til að fá afmælisöngin frá þér, Peter Johan, ég hlakka mikið. Já, heyrðu. Fyrir ykkur sem voru að stilla, þá er afmælisþáttur í gangi hér hjá FM 95 Blöð og stór söngvarinn, Pétur Jón Sigfússon. Stór söngvarinn? Já. Logi Bergmann Fáiti. Nú? Hann er búinn að eyðileggja þetta fyrir mér. Af hverju, hvað gerði hann? Hann setti sko karaoke 3 eða 4 útgáfur af karaoke-lögum sem ég er búinn að taka inn í þetta. Já, ég sá það í spurningabombinu síðasta föstudag. Sástu það? Alveg rétt, ég sá það. I saw it. Og svo ekki nóg með það, hann setti lögin þín og svo voru þau öll hlæjandi að því. Svo voru þau hlæjandi að því? Já, en þú ert að reyna að syngja og gera þetta besta. Ertu að segja með það, Peter Johan? Maður er hjartarhreinn að reyna að syngja. Baða hann ekki leyfi? Hringdi ekki í því og baða hann leyfi? Nei. Luigi Birdman. Erum við allt niður þessu? Hann hló bara þessu. Mista ljótt. Satt bara að í settinu í jakkafötunum sínum bara hlæjandi. Ekki millifærslega fáður að heimbákana frá Luigi Birdman? Nei, látum það í friði, þú veist. Þetta var gert með hreinni og fallegri samvisku. Já, Pétur er bara hérna miðvikutum að keppa í karaoke. Það er tekið lögin og... Maður er grandalaus. Já. Grandalaus. Grifin í bólinu bara. Pétur á stórkostlegasta afmælisöng sem ég hef heyrt nokkuð tíman og söng hann í 30-afmælinu mínu hérna fyrir 2 ári síðan. Já, það var... Alveg við hæfi að fá Pétur Jóhann til þess að syngja aftur afmælisöngin en núna fyrir FM 95 Blöð þáttinn. Já. Þannig ég segi bara Peter Johan. Ætlar að syngja þér? Ætlar að syngja með mér? Ég veit það. Nei, ég syngja bara einn. Já, ertu með eitthvað nokkra útgáður að segja? Nei, þú veist, við getum tekið dauðarokkið, sko. Ok. Þú veist einhverja geðvíkjur. En ég nenni því ekki. Ok. Svo getum við tekið eitthvað Friðrik Dór. Hann á afmæli í dag. It's your birthday. Eitthvað svona. Ég nenni því ekki. Ok. En ég tek bara hann á venjulega, sem að ég kann. Já, ok. Og hann er einhvern veginn svona. Hann á afmæli í dag. Hann á afmæli í dag. Hann á afmæli að nötti. FN 9 Blöð? Ég er með mína útgáfu. Þetta átt að vera. Ok. Það er ekki hægt að koma inn í þetta þarna. FM 95 Blöð. Ok, sorry. Hann á afmæli í dag. Ég byrja aftur, sko. Hann á afmæli í dag. Hann á afmælan. FM 95 Blöð. Þú veist, þetta virkar ekki. Ok. Hann á afmælan Blöð. Hann er eins árs í dag. Hann er eins árs í dag. Hann er eins árs að Blöð. Agent.is kynnir í samstarfi við Carlsberg YOLO Hip-Hop Festival á Þýskabarnum frá 7. til 11. nóvember. Er að ræða 4 kvöld þar sem allir helstu rapparar landsins koma fram ásamt sérstökum gestum Hopsin og Dizzy Rap. Fylgstu vel með á FM 957 og þú getur unni miða. Forsala miðar hafinn á miði.is og í skór.is kringlunni. Nánari upplýsingar færðu á agent.is. Snjórinn fellur á helstu krár bæjarins í kvöld, klukkan 20:59. Settu saman þína eigin safnplötu og hlustaðu ótakmarkað hvar og hvenær sem fyrir aðeins 55 krónur á dag. Tónlist.is. Aldrei úr rúminu rafstjórinn fer. Með Airwaves appi Símans hefurðu alla dagskrána og alla flytjenduna á einum stað. Settu saman þína eigin dagskrá og deildu henni með vinið þínum. Sjáðu viðtöl og myndbönd og fylgstu með ástandinu í röðunum í beinni. Náðu í appið og upplifðu Airwaves með Símanum. Túborg hjólalestin lendir á English-pub í kvöld klukkan 20:59. Láttu sjá þig, lifandi tónlist og tilboð á barnum. English-pub í jólaskapi með Túborg. Nýttu þér
nóvember tilboðin í 10.11. 10.11, fljótlegt og þægilegt. Snjórinn fellur á helstu krár bæjarins í kvöld, klukkan 20:59. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö, á FM 957. Það hárrétt fyrir að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957 og það er ekki 3 harðir lengur, við erum mótið 4 harður því að það er einn grjót harður mættur inn í stúdíuð. Hjörvar Hafliðason, verður velkominn. Hvernig ertu? Ég er leturljúfur og kátur. Það ekki, bara svo Valtý Björn. Já, ég er hinn nýji Valtý Björn. Já, það er Ég hitti Valtarann fram með á hann. Herri, býtu, við má ekki gíska, var hann medium rare eða? Já, hörru, veistu hvað sagði líka um mig? Hann tók medium rare á næsta level. Hann sagði mig, ég sagði, Valtari, hvernig ertu? Já, ég er bara medium rare og ég bara, good shit. Og hérna, síðan sagði hann, er það ekki besta steikin? Já, það er besta steikin. Já, hann bætti því við núna. Ég hef aldrei eftir að segja það. Já, ok, ég hef heyrt það. Þannig að Valtarinn er að bæta við frösum. Hann er að bæta við frösum. Já. Hann er að útskýra En ef við varum satt í keppni, hver er besti vinnur Valtari sinni inni, þá myndi ég vinna hann, sko. Nei, ég lofa því að Gilsær mun taka það. Ég er búinn að þekja Valtari síðan ég var 12 ára, sko. Er Hjörvar Hafliða betri vinnur Valtý í spjörnum? Nei, ekki með séns. Hörru, Valtý Björn hringir í mig stundum og er ekki með neitt erindi. Hann bara hringir. Það gerur bara við álöru félaga. Sko, eftir söguna sem ég heyrði þegar Valtý Björn hringdi á Safran, þá er ég ekki hissa að Hjörvar sé betri vinnur Valtýs heldur en þú. Varstu búinn að heyra því, Pétur? Nei, hvað var það? Valtý Björn kemur inn á Safran, sér þykka... Nei, hann satt inni, ég lapp inn og er að taka to go. Sér allt í hennu þykka Gilsarinn að mæta inn á Safran og bara vesla sér eitthvað. Hann hugsaði með sér, hei, Gilsarinn, best að hringi kettlinn og stríðunum aðeins. Situr inn á Safran, hringir í Egil sinn í röðinni, Egil kíkir á símann sinn, svarar ekki og setur hann bara aftur í vasa. Valtý Björn rölti bara upp að Gilsarinn bara, hvað er þetta að gera? Stóð nú góður fyrir Valtara? Hann var mjög sár. Hann lappaði ekki upp að mér, heldur fekk ég SMS svona eftir að ég var komin út af staðnum. Það var linkt 1 af 5, það var bara ritgerð. Og það var bara sár. Ég var í biðröðinni. Ég er ekki hissa. Það var kona frá að afgreiða mig. Ég gæti ekki tekið símann, ég ætlaði að hringja henni og koma út í bíl. Það var vandamálið. Það var ekki illa gert að þetta silent, sko. Nei, ég minnast þetta pínu illa gert. Ég hugsaði ekki, Volt Machine. Best að bara skella á. Hvað segir Hjörvar, nú erst þú góður í tilfinningum manna, fannst þetta ekki illa gert? Jó, mér finnst það svona bara engin virðing borin fyrir Valtý Björn og hans kannski, hans feril og hans mannesku. Ég er alveg sammálaður þar. En það styttist í ætla Pétur og Hjörpi ætla að taka smá rúnt á FM-draugnum með það? Á hverju ekki? Og tekka á viðbröðum. Hvernig, hvað bíl er það? Það er FM-draugurinn Það er það röðan. Hvaða tegunda bíl er það? Chevy. Það er Chevy maður. Já, tímiður. Við vorum að senda ykkur Ég sest ekki fyrir sjálf. Það tekka á stemningunni. Já, minnistjólan. Hann fær rosalega viðbröð þessi bíl. Hann er pingu lítill og það er svona eins og FM 957 hefur gubbað á hann. Hann er allir út í FM-límuðum. Þannig að ég er að senda ykkur að tekka svona á stemningunni í þjóðfélaginu og út af Airwaves og annað niður í bæ. Já, ég var að taka kannski bara það. Hvernig er stemmarinn? Já, hvernig? Já, þú er langt sérna og þú er farið í stemmarann. Það er maður í það? Það var líka skemmt. Við getum líka bara gert eitthvað annað, sko. Nei, það er bara... Ég er svílitt maður í það, sko. Flott, við ætlum að fá hérna eitt lag með Muse, svo er það Tong og svo fara strákarnir á FM-drukkin. Svo er líka lagið okkar í beinni. Sætlinnir fyrir ennþá að hlusta hér á afmælistátt FM 95. Sætlitu. Og ætlar ná í stól, segir Pétur. Hann stendur hérna í stúdíónu með okkur því að það er komið að góðum vini þáttarins. Hann er búinn að vera hérna með okkur lengi. Hann heitir Tongue Monitor og það er ekki allt sem að Tongue er á föstudegi, en hann er á föstudegi í dag þar sem... It's a Friday morning! Já, því að það er nú afmæli. It's a birthday? Já, við hefum birthday today. Það er í góðu leið. Já, og Tongue... Hvað er þetta gamall hlátur? Hann er einsás, hvað þú ert búinn að vera með okkur sem 4 í dag. Hvað ég var að segja þetta oft? Og... Ég að vita það, maður. En, já, hvað ætlar Tongue að gera í dag? Ætlum við ekki að láta hann reyna að fá frýtt Wi-Fi á okkur veitingastað? Jó, ég sá fyrir mér að hann myndi hringja á veitingastað. Já. Það panta borð. Já. Hann ætlar að gera vel við sig mat og drikk. Já, sjálfsögðu. Já, hann ætlar að hafa frýtt Wi-Fi. Það er algjört skilirði. Hann vil geta verið á netinu þegar hann er að fá sér að borða. Og ég er búinn að googla á já.is, Jómfrúin, það er svona staði sem ég held að sé ekki með frýtt Wi-Fi, það er nokkuð eil. Það er mjög ólíklegt. Þú borðar mikið þar, ekki? Smörrebröð og svona. Ég reyndar ekki fara á þangað, en mig grunar að sé ekki Wi-Fi þar, sko. Ok. Og en Asi er búinn að elska Wi-Fi. Já. Hann elskar free Wi-Fi? Já. Tekum á þessu. Ég er free Wi-Fi? Það er líka bara að fyndi fyrir hann að segja free Wi-Fi? Já. Herru, er þetta ekki kaffið mitt? Yeah, you speak English?
Jófrún, góðan dag. Hello. You speak English? Yeah. Okay, I want to book a table. When? What do you say? Book a table, when? Yes, I want to book a table. Yes. Yes. What day, what time? Oh, okay, understand. What day? It's next Wednesday. Next Wednesday. You understand? Yes. Okay, I'm just one person. Sorry, what? One part. What time? What time? It might be 8 o'clock or something. No, we close 6 o'clock. You close 6 o'clock? Yes. You don't have a dinner? No dinner, just lunch. Just a lunch? Oh. Yes. Okay, can I take a lunch? It's okay. Yes. Next Wednesday, lunch. Do you have free Wi-Fi? No, we don't. You don't have free Wi-Fi? No, we don't. Why not? I'm not use a computer. We don't do computer here, no. You don't use a computer? No. How do you book table then? Do you want a table Wednesday? Only if you have a free Wi-Fi. No, we don't. Can you fix it for me then? No. Thank you, bye. What kind of restaurant? Hann læði bara. Þú alveg. Við ringjum aftur hérna núna og þú náttúrulega að spyrja bara hvers konar business hann að renna þarna. Það var skellt á þig og ekki frýtt Wi-Fi. Já, þú reyður núna. Já, það var brjálað. Segðu bara slitna. Þú ert líka kurteis. Kurteis alveg, ég ætlaði að vera kurteis alveg. Þú varst alls ekki dónalegur. Vildi bara frýtt Wi-Fi. Já, nú máttu vera reyður. What did you hang on? Did you hvernig segir maður? Það byrja supervisor líka. Já, bara beint í það. Yes, hello. Can I speak the supervisor? Það fyrir beint í það, sko. Ferðavefur, já. Jófrún, góðan dag. Yeah, can I speak to supervisor? Yes, I am the supervisor. Yes, I called early and I was speaking to someone about the free Wi-Fi. Okay. No, we don't have free Wi-Fi. Yes, but the person I spoke to, he hung up on me. Oh, sorry about that. But why did he hang up on me? Yes, we don't have free Wi-Fi. Yeah, but why did he hang up on me? I did not to say anything to him. We are very busy here. Sorry for that. Can I help you? Yeah, can I speak to a person? He hung up on me. You were speaking to him. It was you? It was me. Yes. Did you hang up on me? It was me. Why did you do it? Why did you hang up on me? I said nothing to you. Are you making fun of me? No, I'm making no fun of you. Okay. You are making fun of me. So can I help you? What kind of business? Don't you want my business? Can I help you or can I not help you? Yes, can you answer one question for me? I can, sir. Can you not? Don't you want my business? Yes, of course I do. But why did you hang up on me then? I did not hang up on you. What's the matter? You don't want my business. Obviously, if you hang up on me. Okay, well, thank you very much. Bye-bye. Are you hanging up on me again? Jöfnvill hann lögnum. Já, Tom fekk ekki frýtt Wi-Fi í dag og já, það er allt vitlaust að gera hérna. Það er brjálað að gera Jófrúnni maður. Verður ekki að ringja og biðja starfsökun á þessu? Já, við gerum það eftir. Já, það verður alltaf gert. Þetta var Tom dagsins á eins á afmæli. Woo! Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. I love you, Mr. Náttinn á Blanda. Komið að því. Eldhúspartí FM 957 í samstarfi við Heineken. 3 fimmtudaga í nóvember á skemmtistaðnum Austur í hjarta Reykjavíkur. Fyrsta eldhúspartíð verður haldið fimmtudagskvöldið 8. nóvember. Þá koma fram Sigur, Sverrir Bergmann, Þórunn Antonía og Jónas Sigursson. Húsið opnar klukkan 21. Elías Fannar, trúbador FM 957 2012, hitar upp. Fylgstu vel með á FM 957 og þú getur nælt þér í borð fyrir 4 sem inniheldur glaðning frá Heineken. Taktu kvöldið frá og komdu í eldhúspartí FM 957 á Austur. Heineken og FM 957. Það er Heineken sem gefur tóninn. FM 957 kynnir gammamyndina Pitch Perfect. We need 8 perfect singers if we want to be champions. Anna Kendrick og Rebel Wilson úr Bridesmaids fara á kostum í frábæri mynd. You call yourself Fat Amy? Yeah, so trick bitches like you don't do it behind my back. FM 957 býður heppnum hlustendum á myndina. You guys are gonna get pitch slapped so hard. Fylgstu með á FM 957 og þú gætur unni miða. Pitch Perfect. Frumsýnd 2. nóvember í Laugarásbíói, Smárabíói, Háskólabíói og Borgarbíói Akureyri. Í kvöld fellur snjórinn á dönsku kránni klukkan 20:59. Öl! Den danske kró. Ásgeir Trausti og meir en 200 aðrir listamenn eru á Airwaves.
Náðu í appið og upplifðu Airwaves með símanum. Snjórinn fellur á helstu krár bæjarins í kvöld, klukkan 20:59. Ungnautaveisla í Krónunni. Ungnautagúllas og ungnautaschnitzel með 25% afslætti á aðeins 1799 krónur kílóið. Krónan fyrst og fremst ódýr. Túborg jólabjór kynnir. Heiðar Austmann og Rikki G spila í Hvíta húsinu Selfossi laugardagskvöldið 3. nóvember. Sérstakir gestir kvöldsins verða Hallelúa-piltarnir. Mættu í Hvíta húsinu Selfossi og taktu þátt í gleðinni með Túborg jólabjór. Víking jólabjórinn komin á prikið, glömbar og gaukinn. FM 95 blöð á FM 95. Við kynnum nýtt tromp með lakrísborða í ljúffengum súkkulaðijúb. Trompaði daginn, fáðu tromp. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Þið að hlusta hér á 6 harða í FM 95 blöð. Þeir eru mættir hérna í stúdíó til okkar Björn Bragi og Sverrir Bergmann, verið velkomnir. Takk fyrir. Þá erum við hér núna, ég, Egill Einarsson, Sverrir Bergmann, Pétur Jón Sigfússon, Hjörvar Hafliðarsson og Björn Bragi. Sveppi Krullu því miður staddur erlendis og gat ekki verið með okkur í dag. 4 harðir og 2 linir. 4 harðir og 2 linir hérna. Ég og Sverrir. Þú og Sverrir, já, ok. Hvað meinarðu? Já, reyndar ég var að taka þetta. Já, takk fyrir þetta. Ég er sammála þessu. Allir sammála því. Sammála því. Sammála því. Sammála það. Ég vil ekki fá þetta. Það hafa aldrei verið 6 manns hér. Þetta er bara einhver sirkus. Já, þetta gæti dottið í nett fuglabjörn. Já. En það sem við ætlum að gera núna er að syngja FM 95 blöðlagið í fyrsta sinn live. Þjóðsöngur FM 95 blöð. Já, þjóðsöngur FM 95 blöð. Og já, Pétur Jóhann, þú þarft að taka kaflanars Sveppa, þú óttaði á því. Ekki skýta á því, Pétur. Já. Nei. Sverrir Bergmann hjálpaði með það. Já. Og já, eins og ég segi, þá er þetta í fyrsta sinn sem þetta lag er sungið live. Af hverju eru ekki búin að syngja þetta live ykkur staðar? Af hverju er ekki búin að bóka okkur í gig? Af hverju voru við ekki að þjóðhátíð með þetta lag? Af hverju er ekki landsbóknum að syngja það en að lagið ykkar? Komum að syngja það? Af hverju er ekki búin að gera þetta? Skilja það ekki? Á ég að syngja þetta Here we go! Nei. Fyrir alla 50 daga! Nei, Sverrir, þú varst að hjálpa honum. Please hjálpa honum. Hann er með allt niður þessu. Fáðu þið bara hérna Víking jólabjór, Pétur, og slaka þá. Bara Víking. Herðu, þá er komið að þessu og eru þið tilbúinir, strákar? Já, sko, Blondell, rétt áður þú byrjar. Ég hef áhyggjur af sko málið, mesta pressan er á þér. Þú veist, einsöngun í byrjunni. Þú veist, ef þú drullar á það. Nei, ég er ekki bara að drulla á mig. Þú er líka að passa að vera ekki á undan læginu. Nei, strákar, hvað heldur ég sé að syngja í fyrsta sinn? Nei, bara, ég bara segja það, press is on, bitch. Er þið til? Það er bara þannig. Ok, þá er það í fyrsta sinn live FM 95 blöðlagi. Ok. Press is on, Blondell. Já, press is on. Nú byrjuðu þetta. Hvað er ykkur aðeins nær hvort öðru? Are you gonna deliver, Blondell? I'm gonna deliver. Þetta er fyrir ykkur. Real five. Er að byrja með þátt á FM 957. Byrjar 4 og er búinn 6. Verð ekki eitt samt, ég fengið vini með. Þekkið flesta, enda vel frægir menn. Sexy, svalir og allir með útvarpsrödd. Hvernig er ekki hægt að hlusta á þennan þátt? Sverrir, Palli og fleiri frá Fyrsta sinn live FM 95 blöðlagið og Gali. Er þetta bara ég, af því að við vorum að syngja þetta saman félagarnir, eða var þetta bara drullu flott? Ég held að þetta verið jafn gott og áður en þetta var autotúnaði drast, sko. Já, þetta bara sýnir. Var þetta eitthvað autotúnaði? Þetta var bara pitch perfect. Þetta sýnir okkur það að stoppa eitt góð þurfti ekkert að gera við þetta lag. Það er bara þannig. Þvílík, það með sko, Pétur, þú kom flottur að minn. Já, Píti og skemmst ekki á þig. Þetta var samt hrikalegt. Nú? Bara allt saman, þetta er alveg umrætt. Hvað er þetta? Raskat á hér? Það er á hann. Ég er bara fíbla tíkum með. En erum við að fara að missa PJSig Fusion eða ætlar að vera með okkur lengur? Já, ég er farinn. Ertu farinn? Já. Getur þú sungið fyrir okkur í restina afmælislægið sem Tongue? Sýnda afmælislægið sem Tongue, for the love of God. Ég gerði það á hann. Já, bara smá. To you
knows what it means, but it's provocative. No, it's not. It gets the people going. So hard, motherfuckers wanna find me. To the throne, don't let me get in my zone. Don't let me get in my zone. Don't let me get in my zone. These other niggas is lying, acting like the summer ain't mine. I got that hot bitch in my home. You know how many hot bitches I own. Don't let me get in my zone. 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 The stars is in the building, they hands to the ceiling. I know I'm about to kill it. Þetta lag hefur verið spilað nokkru sinnum þetta ár sem við erum búin að vera í loftunum. Þetta er Paris með Jay-Z og Kanye West. Við erum 5 harðir hér eins og staðan er núna. Pétur Jóhann hefur, hvatt bygginguna, eins og þeir segja, og þökkum honum kjallaði fyrir sitt innlegg hér í dag. En við vorum að spája að hringja núna strákarnir í B.B. King Brjálbreki. Það er langt síðan við heyrðum í honum og ég vil bara ekki heyrt í honum sem ég var að skemmta með honum að Akureyri daginn og ég bara Egill að tjekka hvort það ég hef alltaf gaman að heyra í meistara B.B. King hvort að Brjálbreki sé ekki á línunni svona á afmælisdeginum okkar. Tjekkum á þessu. Það er ringið hann. Halló? Halló? Brjálbreki? Blessur! Þú mikli meistari? Sællunum, langt sinni heyrti þér maður. Sömuleiðis. Hvað segir kallið? Eru það 2 harðir? Það eru 2 harðir, Egill er þetta með mér. Sællutu. Gísari? Já. 2 harðir og 1 spókraður. Veitu, það þá vantarlega B.B. King. Það er kallinn. Já, skemmtilegt. Gísari? Já. Þú ert meistari. Já, takk fyrir það, maður. Það er næst mesti meistari á landinu. Hver er mesti meistarinn? Það er auðvitað Sveppi. Já, reyndar. Og Simmi Vill í 3. Já. Hvað er ég þá? Þú ert í top 40. Vá, takk. Þú ert algjör meistari líka. Já, gaman að... Strákar? Já. Hvað er málið með kettlingar útsölur? Af hverju sleppaði ekki að kaupa sér ljótföt á útsölum og kaupa sér frekar stærri brjóst? Já, þetta er, málið er Brjálbreki, akkurat þegar vorum að skemmta á Akureyri daginn, það var svona efni sem að fara illa í fólki það, Þetta var að klikka, Fara illa í fólk á Akureyri? Já. Ég veit ekki hvort þú hefur tekið eftir því, en það vantaði einn mann í flugvélina á leiðinni heim frá Akureyri. Já, hvar varstu? Af hverju flugstu ekki með mér heim? Ég hafði, ég var með smá verkefni hérna heima, á hótelinu. Já. Eiginlega 1-0 fyrir mér. Já. Skilur þú? Já, Nei, eiginlega 3-0 fyrir mér. Nú. Kvöldi og morgun nú í hátteginu. Já, skemmtilegt. Gat verið. Gísari? Já. 3-0 fyrir mér. Frábært. Alveg frábært. Er ekki ammali? Já, það er ammali. Ég heyrði þú varst með Móti Sól, ég á ammali í dag. Já, ég fíla það á. Heyrðu, sem að minni mig eitt, ég fór á sólbaðstofun daginn. Já. Fyrsti maður sem ég sé er Magni. Já, ok. Ég lappaði honum og ég hristi auðvitað á hausinn og segi, heyrðu, ert þú ekki á Móti Sól? Af því að hann er Magni í Móti Sól. Já, ég fatt það nú alveg. Ég hitti Einar Ágústinn daginn og spurði hann, sagði hann maður verið ekki með neitt skítamóral. Já, þú ert að vinna svolítið með hljómsveitarnöfnin. Já, ég er ógeðslega góður að fokka þig fræðum. Það er reyndar spurning að ég byrja með útastátt. Að fokka þig fræðum. Já, þetta er skemmtilega hugmynd hjá þér. Já, þetta er frábær hugmynd. Ég meina hann. Já, hvað það verið að bjóða mér á hann að kaupa neyða kallinn. Ég segi, herru, þetta er ágætis hugmynd, en ég ætla frekar að kaupa neyða kettlingun á sunnudagsmorgun þegar ég vaknaði þunnur. Já. Ég ekki svo svara. Vá, hvað þetta er daburt. Ég er að muna núna okkur á svo langt sinni heyrði ég Brjáln. Já, en ég er búin að sjá James Bond. Nei, ég ætla að kíkja á hana. Egil er búin að sjá hana. Ég er búin að sjá hana. Ok, góð mynd. Já, ég kallaði henni svona áður en ég fattaði upp á að kalla, þið viti, you know what, Magic Stick. Já. Þá kallaði henni alltaf James Bond. Já, ok. Þannig að þetta einu sem var að gella að reyna eitthvað að gera og ég var bara ekki í stuði, þá segi ég bara við hann að vera Dr. No í gangi. Skilur þau? Já, ég skil það.
En djöfull Sveppi mikill meistari. Já, Sveppi frábær. Gilsari, þekkir þið Sveppa? Já, ég þekki hann. Algjör meistari. Já, mikill meistari. Ég hringdi hann á hann og sagði hann mig, að því að ég og tveir harður að fara að detta í það í kvöld. Þú? Sagði hann mér ekki bóðið? Jó. Já, þá sagði, heyrðu, það bara dinner í kvöld, dett í það og svo vonandi einhver gælla á rúminu í kvöld. Þá sagði Sveppi, það sem mér fannst svo gott. Hvað þetta orðið þreytt, þetta svo sagði Sveppi. Nú, bara allur pakkin. Sagði Sveppi. Já, skemmtilegt. Og núna segi ég alltaf, eins og Gilsari, ef ekki gera eitthvað gott í kvöld, þá segir þú bara, jú, það allur pakkin. Já, þetta er orðið svo þreytt, þetta hvað Sveppi segir. Þetta er einhver besti frasi sem ég hef heyrt í mörg ár. Jú, það bara allur pakkin. Já. Gilsari, þannig mann, ég er með blað 693 34 20. Ok. Hvað númerið? Ég veit ekki. Er þú ekki símaskráin eða? Já, sorry maður. Hvernig er með Gilsarinn? Er hann ekki símaskráin eða? Jú, ég kannski skeita á mig, ég man ekki öll númerin í skránu, sko. Hey, Gilsari, ég er að fokk í þér. Já, ok. Og þetta er ekki mestari. Já. Við erum að detta þvílít í það í kvöld. Já, við sjáum til það. Best að ég kemst ekki á Iceland Airways. Nú? Það er einhver 100 að kúka í Breiðholtinu í kvöld og ég kemst ekki. Það er svona aðeins meira spennandi. Má ég gera eitt? Félagið minn Broddi byrjaði að semja brandara. Ok. Fyrir mig, ég er að láta hann, að ég er að byrja með nýtt svona stand-up dæmi. Hann er að semja nýja, brandara fyrir mig. Ok. Svona allir fíla. Hvað er máli með kettlingar og vera alltaf að grenja? Af hverju kaupa þessi ekki bara nýja skó? Skilji, hennar ekki? Jú. Það er svo gaman af skóm. Já, herðu Brján. Gilsari. Já. Það er við ekki að fara að detta í það eitthvað. Byrja aðeins. Það er allur pakkin. Það var eitt gæi daginn sem kallaði þættina eina mannaskýt Gils. Nei. Veistu hvað ég gerði við hann? Hvað? Ég setti nú bara hnéð beint í andlitið á hann og hann er ekkert með mikið fleiri tennur í dag. Þú kallar ekki mannaskýt Gils sem eru by the way bestu þætti sem ég hef séð og ég er aðdæmdur nummer 1. Ef þú kallar það mannaskýt Gils þá bara gerir svona hlutir. Já, ég er ánægð með þig. Herðu, Öddi, með henni með hann? Já. Skýtt í þig. Já, skemmtilegt. Skýttu sjálfur í þig. Bye. Bye. Rúdolf er mættur á hamborgarafabrikuna. Eðal hreindýraborgari af héraði, blandaður aprikósum og gráðaosti. Með sultuðu kanilrauðkáli og eplasalati til hliðar. Rúdolf hringir inn jólin. Hamborgarafabrikan. Vertu velkominn. Þóttu sért ekki með armband á Airwaves getur þú samt valið úr meirinn 450 tónleikum off-venue sem eru opnir öllum. Náðu í appið og upplifðu Airwaves með símanum. Tuborg jólalestin lendir á Engnispub í kvöld klukkan 20:59. Láttu sjá þig, lifandi tónlist og tilboð á barnum. Engnispub í jólaskapi með Tuborg. Á veturna er gott að spara með því að prjóna sér lopapeysu og ullasokka. En þá er maður samt buxnalaus og það er ekki gott. Þar kemur fékortið sterkt inn og maður kaupir sér buxur. Fékortið. Fyrirfram greitt greiðslukort fyrir skynsemi í fjármálum. Það eru 2000 manns tilbúnir til útkalls á hverjum degi. Taktu vel á móti neyðarkalli björgunarsveitana. Slysavarnafélagi Landsbjörg. Í kvöld fellur snjórinn á dönsku kránni klukkan 20:59. Öl! Den danske H. Undur og stórmerki, 5-faldur lottopottur stefnir í 42 milljónir. Leyfðu þér smá lottó. iPad, aldrei á hvolfi, aldrei öfugur og aldrei ruglandi. Epli.is, Laugavegi 182 og Smáralind. Víking jólabjórinn er komin á íslenska barinn, Boston, Resso og Kex.
Snjórinn fellur á helstu kráð bæjarins í kvöld, klukkan 20:59. Rúdolf mættur á hamborgarafabrikuna. Eðal hreindýraborgari af héraði, blandaður aprikósum og gráðaosti með sultuðu kanilrauðkáli og eplasalati til hliðar. Rúdolf hringir inn jólin. Hamborgarafabrikan. Vertu velkominn. Þóttu sért ekki með armband á Airwaves getur þú samt valið úr meirinn 450 tónleikum off-venue sem eru opnir öllum. Náðu í appið og upplifðu Airwaves með símanum. Tuborg jólalestin lendir á English Pub í kvöld klukkan 20:59. Láttu sjá þig, lifandi tónlist og tilboð á barnum. English Pub í jólaskapi með Tuborg. Á veturna gott að spara með því að prjóna sér lopapeysu og ullasokka. En þá maður samt buxnalaus og það ekki gott. Þar kemur fékortið sterkt inn og maður kaupir sér buxur. Fékortið. Fyrirfram greitt greiðslukort fyrir skynsemi í fjármálum. Það eru 2000 manns tilbúnir til útkalls á hverjum degi. Taktu vel á móti neyðarkatti björgunarsveitana. Slysavarnafélagi Landsbjörg. Í kvöld fellur snjórinn á dönsku kránni klukkan 20:59. Öl! Den danske krór. Undur og stórmerki, 5-faldur lottopottur stefnir í 42 milljónir. Lifðu þér smá lottó. iPad, aldrei á hvolfi, aldrei öfugur og aldrei ruglandi. Epli.is, Laugavegi 182 og Smáralind. Jólabjórin kominn. Víking, vinsalasti íslenski jólabjórin í yfir 20 ár. FM 95 blöð. Á FM 95. Við kynnum nýtt tromp með lakrísborða í ljúffengum súkkulaðihjúp. Trompaði daginn, fáðu tromp. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Þeir eru að hlusta hér á FM 95 blöð, á FM 957, strákarnir einsás, eða þátturinn eins ás og heilmikil veisla hér til 6 í dag. Við sitjum hérna núna, ég, Hjörvar Hafliðarsson, Sverrir Bergmann og Egill Einarsson og það komið að föstudagslæginum. Ég var að velja hérna á Facebook, strákar, og það ennþá hægt að kjósa það hlustendur. Hvað fyndnasta atriðið FM 95 blöð á einsás, sem síðan þátturinn byrjaði? Hvað finnst ykkur, svona í fljótu? Sko, mér varst mjög fyndið, ég svo man ekki allt en þegar að Sólu Hólm hringdi hérna sem Bjarni Fel og var að kvart yfir einhver taska og svo voru hérna Herbert Guðmundsson og Páll Óskar að panta einhvern tímaðan í Sundlaugin daginn. Já, mjög gott. Það var mjög fyndið. Við ætlum að spila í lok þáttar, vinsælustu klippunum. Þið getur farið inn á Facebooki hjá FM 95 blöð og sagt ykkar skoðun. Svo spilum við vinsælast atriði hér í lokin. En það hins vegar komið að Chubby Little Loverboy. Þú ert nú ekki búin að fá að spjalla mikið þetta í dag, Sverrir, verður velkominn. Nei, ég endaði með stórkendlumönnum sem vilja allir tala mikið. Já, það erfitt að koma að staði í þessum hóp. Ég bara eins og einhverju piece of shit á móti hodni bara. Nei, alls ekki, ég horfi bara á okkur og hugsa bara með mér. Það besta leið en bara tala, sko. En líður einhvern tímann eins og piece of shit, Sverrir, það mátt alltaf að... Hvenær líður þið verst, Sverrir? Hvenær líður mér verst? Já. Það bara mjög sjaldan. Já, þú ert lífsglaður. Já, ég mjög freka feskur, sko. Það erfið spurning. Hvenær líður þér verst? Það ekki þrjótt á lausu? Jó, mér líður skelvilega. Ég var duglegur að faðma hann reglulega þegar hann var lausu. Já, þú ert hættur því núna. Enda ertu á föstu? Þú ert ekkert nýr of hög eins og einu sinni. Ég ekkert nýr of hög. Nei, þú ert ekki nýr of hög. En Man of Many Hearts. Yes. Það Rihanna í dag, eða ekki? Það Rihanna í dag, jú. Þú búin að poppa lagið upp og keyra tempóð upp? Ég átti mjög, nei, þetta poplag. Ég get ekki verið að taka poplag og taka það sem poplag. Þú keyrir það sérst vel niður? Já, ég róa það niður. Róa ok, þú ert sérst að fara að taka Diamonds. Já. Ríhönnulagi. Ég ætla að keyra smá bassan í gang við þetta. Sem getur svona rólega og svo kannski bústa maður í viðlæðinu. Já. Hvenær má ég aftur fá óskalag? Bara eitthvað tíma. Hjöppi hefur aldrei fengið að velja óskalag. Hjöppi, hvaða lag verður þú til að fá hérna í föstudagslæginu? Frá Turnmouth. Já. Man of Tards. Wow, hvaða lag myndi ég vilja fá? Ég myndi vantilega vilja fá Hero með Enrique Iglesias. Ég ætti að fá svona alveg frá hjartanum. Það endar, ég kunni sér þetta.
Það er bara næsta lag, Hardmouth. Það er bara svo leiðis. If I asked you to dance. Wow, þú tekur maður meira. Þetta er líka svo romantist eins og þú Hann voru fá ekki Hjörvar bara til að taka þetta föstaslag. Hann að taka eins, maður hérna. Oh, please tell me this. Hann er fótboltasparkspekingur. Now would you lie? Leðum að syngja það. For the one you love. I can take me... Já, en hérna... Herðu, komið ykkur fyrir Svessi. Það er bara, við skulum fara að henda í þetta. Það er komið að föstudagslæginu og það er Diamonds með Rihanna. Þið bara take it away, þeir eru tilbúinir, strákar. Hey, shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see, a vision of exports will never die. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see, a vision. Þetta var Diamond föstudagslægið hér hjá Lover Swiss. Lover Swiss. Ég fór að hugsa, nú sittum við hérna fjórir. Björn Bragi, hvert fór hann? Hann sagði þeim að það var ekki shit sjálfur sér. Skokkaði eitthvað fram, en hérna, sko Sverrir Bergmann, náttúrulega tónlistamæður, Egill, þú hefur verið í tónlist, ég hefur verið í tónlist, Hjörvar Hafliðason, þú ert svo einið inni sem hefur ekki komið neitt nálægt music. En það ekki, passa það ekki? Það er ekki alveg rétt hjá þér. Þú var aldrei upplifað hann harða heim. Ég fór náttúrulega sem rótari til Portugals hérna með Messetu, sko. Reyndar getið staðið. Og það skal nú enginn vann með þetta, stað rótarans. Ég getið staðið. Fórst þú sér rótari með Messetus Club til Portugals? Já. Fór ég hérna og var að vinna hérna sveittur hérna bak við krakkana þegar þau voru að skemmta. Það er gaman að fá, nú þetta í fyrsta sinn í þessum þætti sem ég ræði við rótara Messetus Club, því að nú hef ég ofta rætt við Egil þennan tíma. Hjörvar, hvernig var að vera rótari hjá þessum hóp? Vá, þetta var náttúrulega... Þetta er tími sem kemur náttúrulega aldrei aftur. Nei. Öll þessi sprengja í kringum Eurovision. Já. Svo gerir Páll Óskar sér lítið fyrir og sveik okkur. Nú? Eða semst hann ætlaði að bakka okkur upp og svo bara mætti hann í eitthvað helgaviðtal við eitthvað blað og sagði öllum að kjósa... Friðrik Ómar og þeim? Friðrik Ómar. Já. Og sveik okkur alveg big time. Ok. Og hérna... En við fórum hérna og gigguðum allt sumarið, fórum á landsmót hestamanna og tekið alveg frábærlega. Segðu okkur nú satt, hvað gerðist á landsmóti hestamanna? Þessi gerðist var það var kannski, við tókum... Varst þú grýtt? Fegst þú grýtt? Eins og Hansi sagði og hún íbúin að spila Wow, that was a hostile crowd. Málið var það kannski að hann má færa rauk fyrir því og kannski landsmótsgestir hafa eitthvað fyrir sitt í það og kannski tekið 2 eða 3 lögum of mikið. Messetu Club? Nei, sko það var ekki vandamáli, við leitum hvað vandamáli. Nú var ég the fucking band, þannig ég veit þetta. Hei, ég var rótari. Já, ég veit þú varst rótari, en ég var on the goddamn stage, sko. Þið voru grýtt niður á þessu. Já, Valgeir Pipar, Valli Sport, fekk koncept rétt fyrir hestamannamótið. Og hann fær mörg koncept, sko, og sum konceptin eru mjög góð. En þetta koncept í honum, hann sagði, nú fáðu Haff og hann kemur með. Og Haffmaðurinn, hann var með. Messetus Club? Já, og málið er... Viltu að kenna honum um þetta? Já. Hann er ljótt. Nei, ég ætla ekki að kenna honum, málið er að segja hvað hann gerði. Hvað? Og þetta eru 14.000 hestamenn sem eru með kúrekahatt og með í vörinni og grjótharðir. Haffi fór á okkar grindverkarna, fór klofið yfir það og fór svona eitthvað að hjakkast á því, svona kynferðislegum eitthvað hreyfingum. Ég heyrði bara eitthvað gæja með kúrekahatt og það var bara reyðir og sögðu mjög niðrandi hluta samkynnaða menn og voru að drölli yfir hann. Þau voru reyðir út af því að Haffi fór að hossast á okkur og gerði eitthvað. Þú setur þetta alltaf á Haffa þegar þið voru grýtt? Ég var á píanóinu, var svona Haffi, hættu þessu right now. En svona hérna... En fyrir mig sem rótar að upplega þannig, sko, við tókum kannski 2 til 3 lögum of mikið. Og... andinn í bandinu varð aldrei svo sami eftir þetta hestamannamót. Svo fórum við þarna með hópferð til Portugal. Hvernig var að vera með krökkunum í Portugal? Það var náttúrulega rosalega skemmtilegu tími og þetta var náttúrulega tími sem kemur aldrei aftur. Vorum þarna á hóteli og fór vel um okkur og við spilum þarna 2 kvöld. Annað kvöldu mæmuðum við af því að það var ekki hægt að tengja græðunar.
Og þá var að reyna að gera hérna lag sem heitir hérna Can you see me now? Það mjög gott lag. Með Haffa Haff að Monster Hit. Það var Monster Hit. Við náðum einhvern veginn því ekki alveg í gegna því að Meira frelsi náttúrulega var lag sem að bara, það nötra allt í Reykjavík þegar það kom. En mætti einhver hérna í Portugal á þetta gig ekkert? Já, það var náttúrulega fólk á staðnum, hvort það var mætt til að einmitt að sjá Mercedes Club, veit ég ekki alveg, sko, því að þetta átt að vera sko hópferð á vegum Úrval og útsýn. Það mætti ekki nema kannski einhverju 3 í hópferðina. Þar á meðal einn gæi sem mætti einn, af því að hann hugsaði bara með sig, ég bara mæti út, það verður hvort no activity í gangi allan tíman. Svo var það ekki fyrir við vorum á flugvöldum á leiðinu heima, við fréttum að hann hefði verið þetta einn allan tíman og það var semst ekkert activity. Nei, það var bara þetta eina gig hann. Það er ekkert að skrifa þá mig, Valgerðar Pipar var að koreografa þessa ferð, sko. Já, en þegar þú veist, af því að einn strákurinn var bara mikið einn á það, þegar þú varst í tónlistarlífinu, þú ert búinn að tala hvað þetta harður heimur Egill, varstu ekki mikið að interacta with your fans? Ég vissi ekki af þessum eina gæja fyrir á leiðinni heim. Ég veit að það var gæji sem fór einn út til að chilla með okkur félagum, það ég tekið hann á lífið, sko. Ég er ekki piece of shit, sko, en hérna Hjöppi myndir, basically þessi niðurstaðan af þessu spjalli er Hjöppi myndir aldrei höndla en harða heim tónlistarinn. Nei, þú myndir aldrei geta rótað. Agent.is kynnir í samstarfi við Carlsberg YOLO Hip-Hop Festival á Þýskabarnum frá 7. til 11. nóvember. Að ræða 4 kvöld þar sem allir helstu rapparar landsins koma fram ásamt sérstökum gestum Hopsin og Dizzy Rat. Fylgstu vel með á FM 957 og þú getur unni miða. Forsala miðar hafinn á miði.is og í skór.is kringlunni. Nánari upplýsingar færðu á agent.is. Í kvöld fellur snjórinn á dönsku kránni klukkan 20:59. Öl! Den danske H. Agent.is og Carlsberg kynna YOLO á Þýskabarnum 7. til 11. nóvember. 4 hip-hop kvöld þar sem meðal annars Hopsin, Dizzy Wright, Úlfur, Blas Rocka og margir fleiri koma fram. Forsala miða er hafin í skór.is kringlunni og á miði.is. Nánar upplýsingar er að finna inn á agent.is. Ásgeir Trausti, Þórunn Antonía, Samaris og þú verða á Airwaves. Náðu í appið og upplifðu Airwaves með símanum. Snjórinn fellur á helstu krár bæjarins í kvöld, klukkan 20:59. Potturinn er 5-faldur og stefnir í 42 milljónir. Leifðu þér smá lottó. Við bjóðum frábært úrval af dekkjum og geymum sumardekkin á dekkjahóteli fyrir þá sem vilja. Rendu við hjá okkur þegar þér hendar. N1, meira í leiðinni í allan vetur. Þetta er neyðarkall björgunarsveitana. Takið vel á móti sölufólki okkar. Slysavarnafélagi Landsbjörg. Í kvöld fellur snjórinn á dönsku kránni klukkan 20:59. Öl! Den danske H. Það er kalt úti. Það er sannkölluð sófastemming í kvöld. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 95. Takk fyrir það, Jói Danstir, að hlusta hér á einsárs afmælisþátt FM 95 Blö og við sitjum hérna, ég, Egill Einarsson, Sverrir Bergmann, Björn Bragi og Hjörvar Hafliðason. Ég var að spá í straka, þó að sé afmæli, það er eitt sem er á hverjum degi FM 95 Blö og það eru sturla staðreyndir. Já. Og ég ætla að aðtuga hvort það var ekki stemning fyrir að henda þetta í sturlaðar. Ég segi bara why the hell not. Mánudögum. Já. Ég segi why the hell not, Blondale. Ok, takk fyrir það. Svo ætlum við, Hjörbi, þú vilt hringja í King Valtý Björn eftir. Já, bara alltaf gaman að heyra í Valtý Björn því ég veit að hlustendum FM 97 þykir líka vendum hann. Já. Ég vil líka heyra í King Nonna Plug. Getur þú eins rætt hvað Valtý Björn var fallegur í hérna útsendingu fyrir svona 3 Já, ég twittaði það. Sá er tanaður núna. Já, það var kaffibrúð. Já. Hann blótur, hann er aldrei verið betri. Nei, hvað, var hann að koma frá útlöndum, veit ég það eitthvað? Heyri, hann tók smá KO á það á hann. Nú? Hraunaði yfir fyrir hann spilaður í U2. Já, Valtý Björn? Já. Já, ok. Þú spilaði aldrei U2, veit ég? Nei, það er enda lítið, ég er samt algjör U2 maður, sko.
En við ætlum að hjóla hér í sturla staðarindir. Eru tilbúinir, strákar? Já. Hána fyrsta, það tekur heilaðin 90 sekúndur að átta sig á því hvort þið líki vel við einhvern eða ekki. Nei, það er ekki þannig. Ég sé strax, ég tekur mig sekúndu. Ég sé bara að geta piece of shit. Bara strax? Nei, þú þarft að heyra hann tala á svona. Er það? Jú. Þú vil líka sé mynda einhverjum og fatta bara hann er douchebag. Ok. Svo er það næsta. Nota nærbuxur af Bretlandsdrottningunni seldust á $18.000 á eBay eða rúmlega 2 milljónir króna. Af hverju? Af Queen of England. Ok, og hérna, og hvað var að gerast í? Það er bara einhver sem var að selja nærbuxur. Ég veit ekki hver borgar 2 milljónir fyrir þær nærbuxur. Eitthvað pervert, það er klárt. Já, en svo, ég fór samt að hugsa þegar ég var að lesa þetta, hvernig er þetta að sanna þetta séu þær? Ef einhver kemur heim til þín og þú ert búin að kaupa einhverja nærbuxur á 2 milljónir, ertu með þær bara í ramma upp á vegg og einhver spyr hvað er þetta? Hún átti þetta nú bara drottningin. Þetta er satt viðskiptahugmyndur í þessari, þegar fyrirliðin er komið down the shitter, þá bara hægir þeir nærbuxurnar og selar á eBay. Góð pæling. Svo er það næsta. Sverrir, þetta er nú fyrir þig. Konur sem spila tölvuleiki stunda meira kynlíf en þær sem spila það ekki. Þetta kemur ekkert óvart. Á hverju? Þetta er náttúrulega mesta horse shit. Þetta er bara að vita að nördar eru meira sexually active heldur en... Þeir eru sexually active með sjálfum sér, sko. Það er þannig. Þeir lokkast út af World of Warcraft og beinti voru á Pornhub og síðan aftur til World of Warcraft, sko. Það er til fleiri leikir en World of Warcraft, sko. Nefnd einn. Þú veist ekki. Nefnd einn leik. Street Fighter, Mario Bros. 1, 2 og 3, Mega Man, Sonic og ég held áfram það. Samkvæmt störtluðum staðröndum er þetta svona, Egill. Já, sorry, herri, ok, má ég ekki hérna... Nei, þú ert bara búin að efast allt sem ég er búin að segja hérna. Ok, sorry. Ok. Svo næsta. Bob Marley eignaðist 3 börn með 3 mismunandi konum sama mánuðin. Wow. Hann var í gangi þar. Bob Marley var hvítur. Það? Önnur störtlu staðrönd. Einhver sem getur bætt við þetta. Can I have another one? Hjöppi, Can I have another one? Hann frá Jamaica. Það er rétt. Það eru svarað. Það er störtlu staðrönd. Hann var frá Jamaica. Svo er það næsta. Meðal ránsfengur í bankaráni er $2.000 eða 250 skall íslenskar. Það er ekki raskat. Það komir óvart, þetta er svolítið lítið. $2,000. $2,000. Svo er það næsta. Coca-Cola er eina fyrirtæki í Bandaríkjunum sem á flytja inn kókalaufið sem er ein aðalundistæðin í kókain. Það er svolítið. Þetta segja þessi kókain í rauðri kók. Er það ástæðan fyrir að Hjöppi er addicted to it? Það gæti að það með að gera. Ég er addicted to it. Já, þú elskar eina rauða. Og svo er það næsta. Fílar drepa 500 manns á ári. Slatti. Já, þeir eru stundu pirraðir. Veitu, hvar er þeir að drepa fólk? Er það þá í sirkusum á Orðurlöndunum? Nei, þetta er mikið í sirkusum. Ég er mikið en animal lover. Noregi eða? Já, mikið í Noregi og Danmörku. Út af því að þú láttu þig bara spór fílsinsöðun. Út í sirkus núna, í einhverju tjaldi og það held ekki að fólk að hlæja þar og eitthvað. Og það er einhver lítið gæði eitthvað svona berjandi í piki. Labbaði, stíðu bara drasl. Og sem ertu bara svona, æ, tjóðu þessi litli gæði, hann var ekki mikið eitthvað. Já, tekur upp með rananum og hendrunum eitthvað. Gilsari, eru þið bara að drepa sko í dýragörðum, er ekki líka? Nei, út allt. Þeir taka stundum rampage, þá hraupaður út á tjaldinu, sirkutjaldinu og taka bara rampage borginu og ná kannski 20-30 gæðum þar. Ok. Þeir getur farið á YouTube og leitaði þar eða þið viljið. Gott að vera með svona animal lover hérna. Já, takk. Svo næsta, mesti tungubrjóturinn á ensku er 6 sick shakes, 6 sheeps sick. Ég náði engu með þessar staðar. 6 sick shakes, 6 sheeps sick. Þetta er ekki hægt, sko. Þú myndi að það er smámættum að vera að segja þetta. Já, það væri mjög erfitt líka. Svo er næsta, þú getur notað Budweiser sem hárnæringu. Þú lígur því? Nei, störtlu staðinn. Þetta segja mér það, með vantar hárnæringu, getur farið í ískátt, náðu mér ískaldan Bud og held honum yfir hárið á mig. Nú spyr ég á móti, get ég notað hárnæringu sem Budweiser? Nei, getur það ekki. Svo það síðasta. Þetta var með það mjög góða punktur. 91% fólks bleitir í tannbusta sinn eftir að hafa sett tannkremið á hann. Nú spyr ég ykkur strákar, eru þið í því? Já. Ekki Hjöppi. Úr því þessu 9%, allir aðrir hérna. Sett bara tannkremið og byrja að vinna í my teeth. Það var svo þurrt. Já, ég bleitan. Já, ég er alltaf bara, ég er að hugsa aðal tannholdið og gljáan. Þú bleitir hann ekki ára og byrjar? Nei. Kemur ekki til grein, þú verður aldrei gera. Þú bleitir hann ekki áður og byrjar. Já. Þetta voru sturlaða staðrendir hér í FM 95 Blöð á eins ás afmæli og næsta lag áður við hringjum í Valtibjörn er sérstaklega tilengað þér, Egill Einarsson. Yes, það er eitthvað good shit party lag. Þetta, þú orðaðir það þannig í fyrsta þætti að þetta væri the greatest song of all time. Rain fucking over me. Yes! Nú er akkurat ár síðan þetta lag var spilað. Það var fyrsta lagi í FM 95 Blöð.
hér með Rain Over Me, fyrsta lagi sem var spilað í FM 95 Blue og það er akkurat ár síðan. Gaman að því, við sitjum hérna í stúdíónu, bara hellingur af strákum og ætlum að fara núna í dagskrárliðin. Já, Tangerine, flaska á Austur. Það er einhver heppinn hlustandi að fara að vinna sér inn flösku á Austur í kvöld. Ég heyrði í Man of Many Colbs. Colb Father? Já, The Man of the Colbs. Og hann sagði mig, síðast var hann að afgreiða hérna flöskuna ber ofan með svartri slaufu. Ásgeir Kolbens. Já, hann er í top physical shape. Margir halda að Kolbens sé ekki bara hérna með allt niður sig. Hafið einhvern tíma sé Ásgeir Kolbensson ekki í góðu formið það? Já, hann er alla mótna í vörklass hjá Konna, alla mótna. Og hann er, þú veist, hann er ekki að rífa svo ofan almannafæri, en hann er í top physical shape. Og hann mætti með svarta slaufu ber ofan síðast. Og hann sagði, núna ætla hann að koma hérna, þessi vinnur þetta skemmtilega óvart, með einhverju nudity, en ekki bera ofan. Já, ok. Og hvað heldur það sé? Er hann nefðan? Nei, ég veit það ekki. Það er alltaf að stuna dagsins. Þetta er það sem við eigum kalla white trash dagskráraliðurinn okkar. Hauðsöku helga dagskráraliðurinn. Já, það er svona smá hjólhýs í þessu. En já, við höfum fengið einhvern frægan til þess að stynja fyrir okkur. Svo hringir fólki 511 09. Og giskar hver er þetta, hvaða hot celebrity þetta er. 0957 og giskar hvaða hot celebrity. Hverju voru fyrstu tveir? Við erum búin að vera með Ingo Veðuguð, Valtý Björn og fleiri sko. Það er búin að vera hellingur á liði. En ég ætla bara að spila fyrir ykkur stunu dagsins og já, svo er það flaska á Tangerine flaska á Austur. Já, þetta var stuna dagsins og við opnum fyrir síman, við skulum tjekka. Þetta gerði hellingur mig. Já, þetta var sexy. FM 95 Blöð, góðan daginn. Já, var þetta Sverrir Bergman? Snillingur er þetta. Kemur óvart að segja ykkur grjótarður gaur sem vissi þetta. Varstu með Sverri þegar hann var á þessu tímabili í sínu lífi? By Curious. Já. Hvað heitir þú? Ég ætla að taka ykkur hálftíma. Ingólfur Rúnar Jónsson. Hvað segir þau? Ingólfur Rúnar Jónsson. Ingólfur Rúnar Jónsson? Já. Hefur farið á Austur áður? Já, nokkuð sinnum. Hefur séð Ásgeir Kolbensson með berum augum? Já. Hvar var það? Á Austur. Á Austur. Og hvað var hann að gera? Var hann að tala um ykkur hellingar? Var hann bara að ganga eða var hann að þurrka? Hvað var hann að gera það? Það var bara að sinna gestum. Að sinna gestum, það er það sem hann gerir, hann Ásgeir. Hann er á Austur, hann sinni gestum. Já, þú ert búinn að vinna þér inn flösku á Austur og já, þú tekur henni kvöld og sjáðu örugglega. Við ætlum að vera með eitthvað ammali og fleira. Þannig að þú lætur bara að heyri þér Austur, nafnið þitt verður þar. Bara takk hjá fyrir þetta. Takk hjá, ok, bye. Fílíkum höfðingi sem Ásgeir Kolbensson er að gefa þennan. Hann er alltaf í góðu skapi. Það er sem ég elska Ásgeir Kolbensson. Ásgeir Kolbens? Hann er alltaf, hafið einhvern tímann hitt Ásgeir fúlan? Hann er faðir okkar allra. Já, það er líka sko, hafið komið heim til hans eða? Þú sér aldrei rykblett heima hjá honum. Hann er með þrifóður. Já. Hann er a top human being. Og mannst eftir þarna barnan hans Árásson sem hann lendi í þarna þegar hann var að sína íbúðun og sagði eitthvað vera ógeðslegt og eitthvað svona. Já. He didn't care. Þannig er hann bara, já, ok. Ég hringdi í hann, ég held að hann væri geðið lítið í sér eitthvað. Hei, Kolb, er ekki alltaf lægi þarna? Fullt af fólki að segja sér hálfvita eitthvað svona. Þá sagði hann um mig, sem ég glem aldrei. Let the haters hate. Ég hafði aldrei heyrt þetta áður fyrir hann sagði þetta um mig. Hann á það nú. Hann á let the haters hate. Já, let the haters hate. Hann fattaði upp á því. Já, það er ótrúlega. Okay. Það er bara svo breytbreyki sem þetta í stúdíóið, en við ætlum að fá hér smá Ríhönnu og heyra svo í King Valtýr. Hver vill ekki klæðja vinnufélagana með glæsilegri tælenskri mataveislu frá Krúa Thai? Á hverjum fimmtudegi í morgunþættinu Magasín drögum við út fyrirtæki vikunnar sem fær mataveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig á samstarfsmenn þína til leiks á fm957.is og veislan gæti orðið ykkar. Þú verður ekki svikinn af tælenskri ævintýraferð frá snillingunum á Krúa Thai. Í kvöld fellur
fellur snjórinn á dönsku kránni klukkan 20:59. Öl, öl, öl! Den danske H. Þú færð skjóta og góða hjálparaþjónustu hjá N1. Rendu við hjá okkur þegar þér hentar. N1. Meira í leiðinni í allan vetur. Potturinn stefnir í 42 milljónir. Leifðu þér smá lottó. Ný hleðsla í fernu með súkkulaðibragði. Þú kaupir 4 en færð 6. Lífið er æfing. Taktu á því. Snjórinn fellur á helstu krár bæjarins í kvöld, klukkan 20:59. Túborg jólalestin lendir á English Pub í kvöld, klukkan 20:59. Láttu sjá þig, lifandi tónlist og tilboð á barnum. English Pub í jólaskapi með Túborg. FM 95 blöð. Á FM 95. Við kynnum nýtt tromp með lakrísborða í ljúffengum súkkulaðihjúp. Trompaði daginn, fáðu tromp. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Þeir að hlusta á afmælisþátt FM 95 blöð og eins og Hjöppi kom inn á hann, þá einn maður sem að hefur kíkt reglulega á okkur og við höfum oft heyrt í og það já, þú kallar hann frasakóng Íslands, Hjöppi. Já, þetta svona, Jón Gunnar Geirdal hefur viljað kalla sig frasakóng Íslands. Já. En það raun og bara eitt frasakóngur og það veit allir hver það er. Það stórvinur þáttarins, Valtý Björn Valtýsson. Já, en hann meiri frasakóngur heldur en Jón Gunnar Geirdal? Já. Já, ok. Ég ætla að setja það 50-50. Já. Ég ætla ekki að segja þessi meiri. Ok, það mun breytast eftir þetta símtal núna. Já, ok. Ok, það er dælu út frá svona. Við ætlum að tjekka á honum, ég ætla að prófa að hringja hérna í hann aðeins. Má sjá. Ég að hringja hérna í King Valtý Björn. Hvernig ertu? Spyrum þig. Já, til að byrja með. Valtý Björn? Valtýr? Já. Sællinn er auðvitað hérna, hvernig ertu? Blessa, ég bara mítið mér Mítið mér það beint í frasa. Hvað segir meistarinn.is? Ég bara fersku vandar ykkur bröðbora. Er það ekki? Þú ert hér í beinni útsendingu hjá FM 95 blöð. Nú, þakka þér fyrir það. Já, við erum nefnilega, það er eins árs afmæli og við erum að svona heyra, við erum búin að fá hérna nokkra svona góðkunningja þáttarins og ætlum að heyra í, já, það sem að Hjöppi vil meina sé stærsti frasakóngur Íslands, Valtý Björn. Já, það er bara hans mat, ég er bara þakka hann að kenna fyrir það. No. Við erum miklu vinir. Valtýr, hvernig ertu? Léttuljúr og kátt. Hvernig er helgin hjá King Walt? Herðu, það er bara allt galopið. Ok. Þú ert að fara á jammið? Já, ég segi það er allt galopið. Gert. Maður er ekki alveg. Nei, ekkert planað? Nei, það er föstudagur. Já. Og þú átt afmæli í dag og til hamingju með daginn. Já, þakka fyrir það. Og hérna, það er rok úti og ég fór niður í björgunarsveitirnar á hann ef ég ætla að fara út til að koma mér öryggislínu. Þannig að ég bara er tilbúinn. En við ætlum að leyfa öllum hérna, við erum 5 hérna í stúdíunum núna og það var allir að spyrja King Valtý einni spurningar, til ég það? Ok. Björn Bragi, hvað viltu vita Valtý Björn? Ég vil vita, Valtýr, sæll Björn Bragi hérna. Ég var að horfa á þig hérna í fréttunum núna fyrir svona 3-4 dögum og... Ertu mann að jafna þig? Nei, þú mann sko, ég hef aldrei séð glæsilegri mann á skjánum. Æ, þakka þér fyrir það. Og horfið nú samt á sjálf á mig hvern einasta föstudag. En ég er að veltaði fyrir mér sko, af mörgum sko spurningum sem ég vil spyrja þá vil ég helst vita hvað ert að gera, sko, hvernig ert að vinna í taninu? Þú varst glæsilega tanaður, eins og súkkulaðimál í. Já, herðu, ég er hérna súkkulaðimálinn, ég skal bara segja það. Ég bara brá mér í 3 ljósatíma. 3? Já. Líkur meistari. Með hversu löngum millibili? Var það bara 3 í einu eða? Nei, bara einu sinni í viku. Já, ok. Það álægt vel út, Hjöppi. Já, blessaði Valtari. Sællinur. Sællinir. Herðu, hérna... Meistari. Herðu, hérna... Föstudagar snúast þeir ekki KN2, Kaldur og kynlíf. Já, það má alveg auka káin, sko. Það má alveg fjölga þeim, sko. Verður þetta kvöld eitthvað rugl.is, eða? Nei, alls ekki. Það gæti orðið rugl.com, sko.
En nei, það bara, eins og staðan núna maður bara medium rare. Já. Að hlusta á ykkur. Nú, ertu að hlusta? Það bara mjög gaman að hlusta á ykkur. Akkaður það? Alveg þvílíkt skemmtilegur þáttur í okkur. Það svoleiðis. Chubby Little Swestman, nú fyrir að ljúka þessu, hvað vilt þú vita? Mér langar að vita hverjar Valtýr ætlar að fara að vinna með allskeggið. Já! Æ, Sverrir, þú ert með allt niður þig. Ég menna, sko, málið að ég ekki svona illa farin í framann eins og þú, þannig að... Ding! Hjöppi, ertu að skrá þetta? Já, ég er búin að skrá þetta Valtýr 1. Nei, ég meinti þetta ekki. Sverrir Bergmann, 0 KO. Hann liggur á gólunum, Sverrir. Hann er vangaður! Þvílíkt KO, Valtýr, maður. Mér vex svo illa skegg. Þú þarft ekki að fela andlitið baka skegg, þá sagði það bara og það var rosalegt. Já. Egil, þú var síðustu spurninguna. Volt Machine. Ég ætla að spyrja það bara, af okkur félagunum, Auðun Blondell, Björn Bragi, Hjóra Hafleðsson, Sverrir Bergmann og Egill Einarsson, hver af þessum meisturum hér er besti vinuðinn? Já, nú fórstu með það, sko. Ég er náttúrulega... Þú velur einn. Voltman. Já, það má aldrei velja einn úr hópnum, þá skilum á rútundan, ég lærði það í æsku. Ok, ég spyrði, hvor er betri vinuðinn, Egill eða Hjörpi? Þeir voru alveg að rífast með það. Já, sko, málið að þeir eru báðir búin að vera nálatnir, eins og maður segir. Já. En Hjörvar hefur það fram yfir, ég er búin að þekkja hann svo lengi. Hjörvar er besti vinur Waltz. Hann sagði það ekki. Hann sagði hann búin að þekkja hann lengi, þetta var ekki final call. Hann basically að segja. Nei, er það sem þú sagði, Valtýr? Viltu að meina það í alvegni? Já, ég er bara búin að þekkja hann lengst af ykkur. Já, hann er að reyna að segja þetta fallega. En Valtýr Björn, alltaf gaman að heyri þér. Takk kærlega fyrir að svara þessum spurningum og hafið það gott helgina, vinnur. Verið feskir. Alltaf, takk að þetta. Feskir og breskir. Ok, þetta var Valtýr Björn, sá mikli snillingur og, já, Egill, ég þóri að spyrja, en allar að fá þetta stuðlaðið þitt hérna eftir það? Að sjálfsögðu. Erstu búin að velja eitthvað? Yes. Er það gott lag? Mér finnst það mjög gott. Er það betur en þetta? Reyndar ekki betur en þetta er eitt besta lagatíma, en það er mjög gott samt. Fáum smá hattaveg, svo er það stuðlagið hjá Gilsaranum og ég er hún jafnrættur á þig, kæru hlustendur. Þetta er Hathaway hér með lagið What is Love, mikið stuðlag og já, ég vil meina að þetta sé svona eitt mesta stuðlag í bransanum, en Egill Einarsson heimtaði hér á sínu tíma að fá sinn eigin dagskrárlið á föstudögun sem að héti Stuðlag Gilsarans. Stuðlag Egills, stuðlag, já, bara eitthvað, stuðlagið. Þú ert búinn að fá að spila 2 lög og það var eins og þau verið að keppa hvort þeir að vera ógeðslegra. Nei, það er ekki rétt. Hörru, þú ert bara með mjög weird tónlistarsmekk, Auðun. Nei, ég er með mjög eðlilegan tónlistarsmekk. En þú ert með eitthvað svona nettan síru-smekk, sko. Nei. Ok, fyrst varstu með eitthvað ghetto groove. Já, með groove, það er ekki að ná þessu, Auðun, I swear to God. Groove Coverage. Groove Coverage var fyrsta stuðlagið. Já. Svo fóst í Bobo Alligator. DJ Alligator. Já, sem var ennþá verra. Já, það er eitthvað DJ sem heitir Bobo. Það er fínt að þú getur náð einhver nöfnum rétt. Það var skelfilegt. Já. Þannig að if you don't totally redeem yourself núna, þá ertu bara í vesinni með hennar lið. Hörðu, þú munt aldrei taka vel hennar lið, því að ef ég ætla að reyna, sko, ef ég ætla að sleikja þig upp, þá er ég að Nirvana eða Pearl Jam á. Nei, ég fíla alveg stuðlög, sko. Það er alveg að hendi... Þess vegna tókstu vel í meistara DJ Alligator síðasta fyrsta og drullaðir yfir hann. DJ Alligator, þetta var eitthvað Blow My Whistle. Á Benidorm 95 var þetta eina lagi sem var að spila. Þú fórst á diskotek, þú heyrðir enginn önnur lög. Þetta er bara svona eitthvað sem á heima í reyfi og einhverjum bara svona einhverjum epilupartíum. Ég skil reynda það. Þetta er svolítið, þetta er harðar í kantunum, ég þau kynna það. Og það DJ Alligator er mikið að venna með flautur Þetta minnir maður, þetta var skelfilegt. Það er svolítið, ég við þau kynna, smá hlýrabólur og svona, þú veist. En ertu aftur með DJ Alligator í dag eða? Nei, í dag, ég held mér enda við Þjóðverjan. Þýski DJ eru bara bestu. Þetta er meistari John Wayne. John Wayne? Já, ekki John Wayne? Nei, Jan Wayne. Jan Kristjansen heitir hann, fæddur 1974 í Schleswig-Holstein. Og hvað? Ok. Ekki spurja mig út í það, það er ekki vita. Og þetta málið er, nennir að gera það eitt greiða Auðun svona án gríns, ég nenni ekki að röfla í það, getur bara spilað það og ekki talað onni það non-stop, því að fólkan úti sem hefur gaman að þessu. Ef þetta er gott lag, þá skal ég bara leyfa því að ganga. Ef það er ekki gott, þá verð ég að láta heyra í mér. Sett þetta draft bara á. Já. Nei, maður.
Nei, ég ekki að djóka núna. Býta aðeins. Ég kom með hausverk eftir 10 sekundur. Nefnur bara please, give it a shot. Er þetta Total Eclipse of the Heart? Geðu þessi bara sjans mitt aðeins. Ég fíla það. Það búin mínútaðum. Nei, það búin að 2 mínútur af þessu. Geðu þar að hálfa. Þetta ekki hrifin að sjálfur. Ég vona og sért að grínast. Þetta flott. Já, leiðist orðulega, slaka á. Lægir rétt að byrja það. Rétt að byrja? 2,5 mínútur byrja. Hvað að gerast núna? Býta þess, núna byrjar það. Party's going og nú partyð að byrja það. Slaka á. Þeir hættið bara í Total Eclipse of the Heart? Þú ert komið. Þú ert að fá alla hann úti með olbúanu og nefan fram. Nei, nú lækka ég. Hvað er hann er? Ert að heyra þetta? Sverrir, getur þú hjálpað mér? Finnst þér þetta flott? Það er skjálfilegt. Það er bara viðbjöður. Hegið þú, fallilegur. Ángrín. Herru, lækum í þessu. Vá, ég kom að hausverk maður. Þessi ángrín, ef ég fæ ekki að spila eitt lag í frið. Heyrðu þetta? Þetta er bara mjög gott lag. Ok, hvað er það? Þetta er bara ógeðslegt. Herru, þetta var stuðlað Egils eða það sem ég kýsa að kalla drulla Egils á föstudögum. Ég veit ekki hvað að gera til þess að get your approval. Þarna var John Wayne, sagði ekki hann hétta það? Ekki John Wayne. Jan. J-A-N Wayne. Jan Wayne. Já, Jan Wayne hefur hugsað með sér, má ég sjá, hvaða dægulega perlu á ég að taka núna og skýta á? Ég spáði hjóla bara í Total Eclipse of the Heart, henda henni hérna ofan í einhverja dollu og drulla á það. Á ég að segja það reitt, þetta mun líklega að koma þér óvart, you piece of shit. Hvað? Þetta lag náði top 28 á the UK hitlist. Já, ég sé, vá, hvernig lætið? Þau eru með alveg 54.000 views hérna á YouTube. Þessi útgáfa. Vá, herðu. Ég get alveg fundið aðra útgáfu. 54.000 manns í öllum heim eru búin að hlusta á þetta á YouTube. Því líkt og annað eins maður. Þetta lítur að vera gríðarlega vinsælt í Þýskalandi. Það búi ekki nema hvað, 11, 20, 30 miljónir. Ég veit ekki hvað þetta er að gera þetta. 80 miljónir. Og þú fílar ekki Groove Coverage. 80 miljónir og þetta með 50.000 views. Þú fílar ekki DJ Alligator, þú fílar ekki Jan Wayne. Hvað þarf ég að gera ágrís? Koma bara með eitthvað gott lag. Annars þurfum við að breyta nafninu á sem dagskrárlið í, Kúkur Egils. Nei, þetta mun aldrei heita Kúkur Egils. Kúkur Egils er gott. Þetta er ekki að heita Kúkur Egils. Hvernig líst þér á það? Þú kaupir 4 en færð 6 fernur af hleðslu með súkkulaðibragði. Þú átt að skilja. Lífið er æfing. Taktu á því. Eitt besta úrval fæðubótarefna á frábæru verði. Höfum opnað nýja verslun í Holtagörðum og erum líka í Glæsibæ. Sportlíf.is. Fæðubótarefni á betra verði. Víking jólabjórinn er komin á Hressó, Thorvaldsen, Rosenberg, Mánabar og nýlendu vöru verslununa. Hvar verður þú í kvöld? FM 95 blöð. Á FM 95. Við kynnum nýtt tromp með lakrísborða í ljúffengum súkkulaðihjúp. Trompaði daginn, fáðu tromp. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Já, þið eru að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 og það er búið að vera afmælisfílingur í dag hjá okkur strákunum. Hér í dag er búið að vera Auðun Blöndal, Hjörvar Hafliðason, Sverrir Bergman, Lil Tardmouth og Hjörvar Hafliðason og Björn Bragi og Peter Johansson Fusion sem er hættur nú drafnið sig Fusion og alltaf reynbætti svona nefndi Peter Johansson og ég spyr þig Auðun Blöndal nú klukkan 2:06, erum við ekki bara frá kveðjað? Jú, þetta er búið að stórkastlegt. Ég ætla að þakka Víking Jólabjór kærlega fyrir að henda nokkurum hérna á okkur. Já. Virkilega vel séð hjá strákanum og svo minn ég líka það að það er, á dönsku gráni kvöld byrja nú Jólabjórinn klukkan 1:09 verður fyrsti bjórinn settur í glös. Að gera fyrir eitthvað sem ætla að henda ykkur út í kvöld að tjekka á því. Við ætlum eins og að fara á Sushi Samba og fá okkur að borða. Já, við erum að fara á Sushi Samba og ég ætla að fá með Surf and Turf sem ég er í rugglið. Já, við höfum að halda upp
afmælið langt fram á nótt, sko. Heldur það? Já, við erum ekkert að fara að hætta. Ég held að, ég er til að veðja að ég endist lengur þú. Já, byrju hvað? Nei, bara út af því að þú sagðir eitthvað að við erum verið langt fram í kvöld, eitthvað svo verið svo bad boy. Já, ég kem mér heim á kristilegum tíma, sko. Sem hvað? Svona 4:30. Til hamingju með það. Það er enda ljósin kveikt á BFM þá og austur og öllum stöðum. Já, finnst þér töff að vera að ráða bæinn klukkan 7? Hvað, leitaðir einhver eftirpartíð eða? Svaraði segið. Finnst þér það svalt? Akkur horfðu þér svona á mig bara? Svaraði segið. Ég minna bara leigubílar og strætóar fættir að ganga og hvað, bara þykki, bara röltandi Austurstræti eins og einhver rævill. Hvernig var að drulla sig bara heim? Nei, mér finnst allt í lagi sko hérna að ganga bæinn rólegheitunum. En þegar að gæinn er komin á bílinn hana, þannig að sópa dósirnar og það, þá líður mér svo mikið. Ég reyni vel að forðast það samt. Ég reyni að koma heim fyrir það. Já, ok. Herðu, ég nenni bara ekki, þú er bara eitthvað að þér. Hver lappar út af austur þegar að Reino og mér er í gangi og fer heim? Ég er bara komið gott. Ég liggur mig gött. Það til hamingju með það. En fyrir ykkur sem er ekki að fara að djammi þá ætlar Hringtorg að bjóða ykkur upp á dagskráni í kvöld. Sæktum bláa kortið á hringtorg.is og náði Hringtorgs-appið í símann. Það borgar sig. Þú hefur þetta allt í hendi þér. Það er senn lein ókostunum við það að FM 95 Blöð afmæli sig á föstudegi því að ég missa X-Factor. Það er fyrsta live shows í kvöld. Jón Jónsson er hjá Birni Braga í tíndukynslóðinni. Tekki á því, það verður gaman. Þú getur tekið á votinu. Já, ég tek X-Factor á votinu. Hvernig er að vinna X-Factor? Ég er að horfa á þetta líka. Ég vona Diamond White hérna. Litla, hún er heldur. Við heldum með henni. En ég þakka kærlega fyrir hlustunum í dag og já, bara síðasta ár. Þá er þessi afmælis þáttur búinn hérna hjá okkur strákunni. Rikki G mættur í stúdíóið og verður með ykkur til 9 í kvöld. Við Björn Bragi verðum mættir svo hérna mánudaginn bara klukkan 4 eins og alltaf. Takk aðeinslega fyrir hlustununa síðustu 12 mánuði og takk fyrir að hlusta í dag. Takk fyrir okkur, kæru hlustendur. Já, við ætlum að enda þetta á vinsælasta atriðinu samkvæmt hlustendum FM 95 Blöð og það var valiðin á Facebook FM 95 Blöð og að ykkar mati er það fyndnasta sem hefur komið í þessum þætti er þegar Pétur Jón Sigfússon var að taka Hvað segir Kjellin og já, fólkið í bakarinu hélt að veri Beggi. Skulum hlusta á þetta hérna í lokin. Takk aðeinslega fyrir daginn. Með ykkur á FM 957 við PC í miklu stuði og já, eins og áður komið fram og þá er Pétur ekki verið með mér hérna í smá tíma. Nei, og það er svona sem að kaupin gerast á eyrinni. Það er rétt og alltaf verið að vitlast út af þessu kvótakerfi. Það er allt brjálað. Það er allt brjálað út af því. Það er bara... En við ætlum ekkert að pæla í því. Nei, við nennum því ekki. Við erum hins vegar að spája að fara í svona léttan og þæginan lið sem við köllum Hvað segir Kjellin? Hvað segir Kjellin, já? Já, þetta er meira svona í takt við okkur. Já, þetta er eitthvað sem við erum búin að fara í nokkru sinnum. Þetta er svolítið þinn liður, Pétur. Hvað segir Kjellin? Ég er eiginlega bara svona, þú veist, sko málið er ástæðan fyrir að ég fyrir alltaf á undan þér að segja Hvað segir Kjellin. Já. Því ef að þú myndir byrja og svo kemur ég, þá væri það svolítið svona apanur eftir Beatlunum. Nú? Já, Johnny Carson. Já, þegar Beatlarnir voru búin að spila, gleymið enginn, það var ennþá útsending hjá Johnny Carson, allt bilað, og kom einhverjur apar og eftir þeim, bara á einhverju hjóli og eitthvað, það var allir bara, hvað er þetta? Mér finnst líka frábært þegar þú gerir þetta. Já, þakkar. Þið finnst reyndar allt frábært og það er jákvæmt og skemmtilegt, en við ætlum að taka bakaríinn í gegn í dag, ekki? Hvað segir Kjellin? The Bakeries. Hvað segir Kjellin? Já, mér líst vel á þetta. Já, ég skal bara byrja. Ég ætla að hringja henni eitthvað bakarí sem að... Öti, má bara segja Hvað segir Kjellin? Ég veit ekki, viltu hrista eitthvað upp í þessu eða? Nei, kýlum á þetta bara eins og í gamla dag. Já, þú mátt bara segja Hvað segir Kjellin? Já, bara eins og þetta kemur af Berlínu, sko. Ok, ég eitthvað eftir, Hvað segir Kjellin? Já, ég ætla að tjekka á þessu. Já. Ég ætla jafnvel að reyna að vera svolítið skýr núna, sko, þannig að hún heyri hvað ég er að segja, sko. Já, ok, þú ætlar að fara ótróna slóðir. Mér líst vel á það. Bakkabakari Fjóla. Hvað segir Kjellin? Hvað er þið? Hvað segir Kjellin?